Já, starf dómnefndar sem velur athyglisverðustu auglýsingu ársins, og það eru í þær 13 einstaklingar sem eru þar koma saman, og það eru 7 frá SÍA-stofum, 1 frá minni, og svo aðlega frá háskólasamfélaginu og svo frá Ímark. Og markmiðið er að velja eins breiðan grunn og hægt er til að skapa sátt þá auglýsingu sem hafa verið svo að lokum valin í hverjum flokki fyrir sig. Þetta eru 16 flokkar og þeir eru nokkuð fastir á milli ára, en það er svona reynt að endurspegla breyttan tíðaranda, þannig að í ár til dæmis var bætt við meira flokkum sem voru í rafrænum flokkum. Það sé að auglýsingar eru að færast meira inn á netið eins og allir vita, og þannig að það var talið við hæfi að fjölga þá flokkum sem eru þar. Í staðinn fyrir þess að hafa bara 1 flokk sem var með netborðara með minnir, að þá núna 3 flokkar sem í rafrænum auglýsingum. Ja, sko, markastarf í eðlisínu eins og byggir á sama grunni og það hefur alltaf gert, en það birtingamiðlinn náttúrulega eins og þessi rafræni, en markastarf í Íslandi bara, myndi ég segja, alltaf að skána, og það er bara gott reynd og beint. Þannig að það er samanber þessi velun sem að íslenska stofur hafa verið að hljóta, þannig að þá held ég að það sé bara mjög gott. Já. Stofurnar eða einstaklingar eða fyrirtæki, þeir senda sjálf inn þessi innsendingar sem að þeir aðalega telja getur verið góðar, og það fer inn í ákveðið kerfi sem að Ímark heldur utanum, og þegar að það er komið þá kemur dómnefnd saman, dómnefndar störf fara fram á 2 dögum, kemur saman og velur auglýsingar á bilinu 10 til 5 til 10 sem að gætu verið þá góðir kandidatar fyrir athyglisverðustu auglýsingu ársins. Og það er skeggrætt og kosið með þær auglýsingar sem komast áfram. Á seinni degi þá stendur valið á milli þessar auglýsingar sem komast áfram, og ein af þeim verður kosin athyglisverðust og bilinu 3 til 5 fá tilnefningu. Já, þeir upp í staðið nú nokkuð góð sátt, en í þessum dómnefndarhópi, þessum 13 manns, eru mismunandi auglýsingar, mismunandi fyrir einstaklingar, og þeir hafa mismunandi bakgrunn, þannig að til að byrja með eru svona öllum sjónarmiðum hent í pott og það er hrært í, og það er kannski ekki allir sammála þegar svo vinna fyrir fram, en þeir upp í staðið held ég nú að fólk gangi nokkuð sátt frá borði. Já, ég held nú að auglýsingarnar íslensku, eins og ég sagði áðan, þær eru mjög góðar, en það er kannski rétt að nefna að þegar verið að velja þessi athyglisverðustu auglýsingu ársins, að þá þær metnar út frá annars vegar hugmynd og hins vegar útfærslu. Þannig að, og þetta kemur á spurninguna þína, ég held að þetta sé til fyrirmyndar á Íslandi, og ég get ekki borið beint saman einhvert land hvar við stöndum, en við erum fullkomlega samkeppnishæf við önnur lönd. Ég held bara besta ráðið sé bara að halda sér svolítið við fræðin og bara byrja því að sem bara markaðsráð 101 að skoða markhópinn sinn og skoða hvaða einkenni hann hefur og hvernig hann lítur út, og þegar það komið þá að athuga hvaða skilaboð hentar honum, og þannig að þetta bara svona grunnurinn í markaðsfærslu sem breytist ekki þó að boðmiðlarnir breytist, þannig að bara halda sig við grunnfræðin. Já, ég hveti náttúrulega bara til að mæta á þessu uppskjöru hátíð íslenska auglýsingafólks og markaðsfólks, verður í Hörpunni í ár og glæsileg, og allir bara mæta. Það er góða stund.